Já, Bessi maður sem að veldur algjörum straumhvörfum í mínu lífi. Þegar ég er 5 ára gamall, þá fer ég í leikhús og sé Bessa. Og í rauninni fyrsta skipti sem ég fór í leikhús, ég man ekki eftir neinni leiksýningu. Ég segi ofta að ég hafi verið haldinn þessari leikbakteríu frá rassblautu barnsbeini eða from the tender age of 3, eins og þau segja, anglósaxar. En það er ekki rétt. 5 ára hef ég sennilega, hefur bakterían stungið sér í mig. En Bessi var ótrúlega makalust samansett manneskja sem performer. Yndislegur drengur og góð manneskja, en sem upptróðari og leikari var hann af einhverju undarlegri tegund sem ég hef aldrei séð, hvorki fyrr né síðar. Og hann var hæverskur sem manneskja og hógvær. Erfitt að fá hann í blaðaviðtöl. Ég leikstýrði honum þegar ég var fullorðinn, þá leikstýrði ég honum nokkrum sinnum og lék með honum, og maður þurfti stundum að etja honum á forræðið, þar sem maður þurfti að mæta þegar maður þurfti að auglýsa sýningarnar, og þá var hann agalega mikið á móti að fara í viðtöl og fannst að hann nennti ekki að tala um sjálfan sig, sem er mjög stríðir í rauninni gegn grundvallareðli flestra þeirra sem tróðu upp, sem vilja alltaf vera að tala um sjálfan sig, og kannski skiljanlega. En man alltaf eftir einu sinni var ég að setja upp leikrit með honum, og þá spurði ég hvort hann var ekki til í að fara í viðtal í DFF, og hann sagði, já, heyrðu, Gísli, getur það ekki bara, það var viðtal við mig þarna 1974, það var 25 árum áður, þar sem að ég bara var með fullt af myndum og rakti ferilinn og svona, getur það ekki bara nota það? Og Bessi var í rauninni, af því að það er svo erfitt að kenna leik. Þetta er svo undarlegt fag, ef það skildi kalla. Og Bessi, ég held að Bessi hafi kennt fleiri leikurum meira og notadrýra efni til notkunar í áleiksiði heldur nokkur annar íslensku leikari. Samt sagði hann aldrei neinum til. Hann gerði það bara með því að maður bara horfði á hann og segi, ef ég næ þessu, ekki endilega vera fyndinn, sem alltaf var hans sérgrein, heldur bara tæmingarnar, hreyfingarnar, allt bara hvernig hann vann úr hlutana, það var alveg með ólíkindum. Nú, en Bessi veldur straumhvörfum í mínu lífi, því að þegar ég er 5 ára, þá fer ég í Þjóðleikhúsið og sé Undraglerinn eftir Óskar Kjartansson. Gamalt leikrit þá, kominn til ára sinna, eftir hennan Óskar sem hafði látist ungur, ef ég man rétt, og þetta var ævintýraleikrit, og mér er það svo í fersku minni en þann dag í dag að ég get lýst næstum í smáatriðum leikmyndinni og ljósunum og leiknum. Ég get lýst gerfinu á Haraldi Bjössinni sem lék gamlan mann í skóginum. Ég man eftir að þar voru óknyttadrengir að veitast að gamla manninum, og óknyttadrengirnir voru þessir heppnu drengir sem voru í ballett í Þjóðleikhúsinu og voru lítið eitt eldri en ég, og þar á meðal einn af óknyttadrengunum var Sigurður Skúlason, sem að seinna var mikill leikari og er núna með þeim eldri í faginu í dag. Helgi Skúlason kemur og leysir þennan gamla mann undan ánauð þessara drengja, og það er Helgi Skúlason, og ég man ennþá eftir apaskinsjakkanum sem hann var í. Það komist í tísku rúskinn var svo dýrt, það gekk enginn í rúskinni, það komist í tísku á tímabili þarna 1958, eitthvað svoleiðis, jakkar úr gerviefni sem var svona ásýndar eins og rúskinn og hétu apaskinsjakkar. Helgi var í apaskinsjakka, nýjasta tíska, vegna þess að hann var í nútímanum. Gamli maðurinn gefur honum Undragler, það var titillinn á leikritinu, þannig að með Undraglerunum getur hann farið eftir í tíman, og þá er hann kominn í Konungshöllina, og þar eru Valdimar Helgason og Ævar Kvaran og Emilía Jónasdóttir og Sigríður Þorvaldsdóttir og að sjálfsögðu Bessi Bjarnason sem þessi fyndni Tóbías. Og ég bara man að
þarna gerðist eitthvað alveg magnað bara að sjá sérstaklega, auðvitað allan sviðskaldurinn, en þegar þessi Bessi kom inn, sem ég vissi ekki hver var, bara þessi maður sem var Tóbías, það var þvílíkur undragaldur að ég bara, það var ekki eftir snúið. Og í rauninni hafa margir sömu að segja sína fyrstu leikhúsupplifun, það hefur orðið til þess að þeir fóru að ákváðu að leggja upptróðslum eða leikhúsinu eða kvikmyndum sitt lið. Já, en nú Bessi dæmi þessi dæmigerði, ef hægt að segja dæmigerði, hann gamanleikarinn sem að kemur út úr leiklistarskóla og brautskráðast á Þjóðleikhússkólanum og early 50s og hann það svo dagljóst bara fyrsta sem hann fær að leika að þetta sko undravert komískt talent, hann gamanleikari Guðs náð, þannig að auðvitað slást leikstjórarnir að fá hann í hlutverk og allt saman gaman hlutverk. Með hann eins og flesta gamanleikara, ef að hann nú eftir það átt hann ekki aftur kvæmt í alvarlegri hlutverk nema með örfáum heiðarlegum undirtekningum, og það með oft með gamanleikarana, þeir ef að til dæmis að einhver leikstjóri, hugkvæmur leikstjóri eða ekki hugkvæmur, hefur látið sér dett í hug að fá Bessa til dæmis til þess að leika tragíska rullu, harmrullu, þá hefði Bessi gert það betur en nokkur annar, og þá hefði hann kannski orðið harmleikari þess sem eftir var, með möguleikanum á að detta í eina gamanrullu. Þannig það með ég myndi segja 99% þeir sem eru frambærilegir kómikarar eða gamanleikarar. Það bara reynslan. En Bessi samt sem áður, þrátt fyrir þennan gríðarlega galdur sinn sem gamanleikari, sem var sko magnaður, þá hafði hann þetta dramatíska talent, vegna þess að til þess að geta komið fólki til þess að hlæja ekki nóg bara að skrýpast. Það verður að vera einhver botn, og það var það sem Bessi hafði. Og ég nú svona frekar næmgeði og viðkvæmur maður, og það hægt að kreista út á mér tárin af minnsta tilefni, en ég ekki auðgrættur í leikhúsi og ég minnist þess valla að hafa fellt tár í leikhúsi nema þegar að ég horfði á Bessa þar sem hann lék alvarleg hlutverk. Ég man eftir sérstaklega eftir 2 hlutverkum sem hann fékk hvort í sinni uppfærslunni, annars vegar Náttbólunu og hins vegar eftir Gorki, ekki, jú, og hins vegar í sænsku vandamálaleikriði, þar sem hann lék mann sem á við lundernis vanda að stríða, ofboðslega vel gert, og það var svo fallega gert hjá honum að maður bara, það sátt allir og grétu. Ekki flögraði að mér sem barni að ég ætti eftir að einhvern tímann eftir að verða í návígi við þessa miklu stjörnu, Bessa Bjarnason, sem gekk síðan eftir ég kynntist honum, við lékum saman smávegis, ég leikstýrði honum nokkru sinnum og bæði í sjónvarpi nokkru sinnum, fastir liður eins og venjulega, skaupi og fleira, og svo á sviði, og já, ekki hefði manni dott í huga að maður væri stæði frammi fyrir honum og væri raunin að ráðskast með æsku ædólið sitt. Og ég man stundum þegar að því Bessa þótti ég rosalegur harðstjóri, og ég var miklu yngri en hann, ég geti verið sonur hans, og hann fannst ég nöldra yfir hlutum og vera ofsalega með mikið sparðatíning og tillingaskít sem eru mínar ær og kýr, af því að Bessi vildi gera hlutina meira spontant, hann vildi svona, já, þetta kemur allt saman, eitthvað neginn bara, og og ég segi, já, nei, þetta verðum við að æfa betur, sko. Já, honum fannst ég vera stundum með sparðatíning og hann var gríðarlega flinkur, hann var ekki alltaf nákvæmur með hluti,
en sko tæmingarnar hans og hvernig hann gerði hlutina, það var mjög nákvæmt, það var eins og að væri þrælæft, kannski var það ekki þrælæft, og ég man eftir að hann bar sér stundum illa undan því hvað ég var röflaði mikið í honum, af því að hann líka hafði þennan hátt á, honum þótti betra að breyta setningunum pínlítið eftir sínu höfði og læra það svolítið þannig, eins og að margir leikar hafa þá tilhneigingu, ég er alfarið á mótinni, nema að sé alveg sérsta tilefni til. Einhverju sinni þá vorum við að æfa, ég held að ég var að setja upp með honum og Árna Tryggva Gleðigjafana, The Sunshine Boy, sem ég gerði íslenska leikgerð, að það var mjög skemmtilegt og þar var sko díalógurinn þannig að það kom ekki til álita að breyta hálfu orði, skilur við, sko, og hann díalógur hjá Neil Simon, ég gerði íslenska leikgerð upp úr því og þýddi mjög mikill nákvæmni, það kemur ekki til greina, þetta er eins og músík, það er bara di og þannig ég naldraði mikið í þeim félögum, sérstaklega Bessi var að æfa á þessum tíma sumargleðina og hann kom að máli við Ragga Bjarna og einhvern tímann á æfingu þar, það sem var svona aðeins frjálslegri andinn, heldur ég á mér, Ragga Bjarna og Magga Ólafs og sagði við hérna, og sagði, ég er alveg að gefast upp á hann Gísla. Og hvað er svona, sjáu þið bara hérna, sjáu þið, hann var með handriti, sjáu hérna, ég segi kannski og hérna, hann verður brjálaður að því að stendur en. Ég held að hann sé ekki heill á geðsmunum stundum. og honum, sko, eins og ég segi, ég elskaði Bessa og ég dýrkaði hann og ég veit að honum var hlýtt til mín, hann var ofsalega góður við mig og rausnarlegur og þannig ég vona að það hefði verið einhver leyti gagnkvæmt, en sko aðdáun mín á Bessa, hún hætti aldrei, ég var alltaf að hrifin á honum og ég man þegar ég vorum stundum einhvern tíðan vorum ekki að deila eitthvað en þú er með húmor, það er svo mikið álítamál hvað þið fyndið og Bessi kannski taldi eitthvað að já, heldur þetta sé fyndið og ég sagði já, ég er nú búinn að leika í 40 ár, Gísli minn, ég sagði ég veit að Bessi og sagði Bessi, þú veist, ég hef oft sagt hann, þú veist hvað, þú ert my childhood idol, ég elska þig, ég sko fyrstu skiptin sem ég sá þig sem barn í talningum bara eftir ég var fullorðinn, ég fekk í hnén eins og fermingastúlka, sko. ég var svo starstruck, og fyrst skip mann, ég var að segja, manstu Bessi við unnum saman eins og í útvarpsleikriti og mætti á hverjum degi, ég var bara starstruck, ég gæti ekki leikið á móti þér, af því ég bara svo mikill aðdáandi, og þá fór Bessi alveg eins og hann var hæverskur, þá sagði, hvað vitlaus er þetta, láttu ekki svona. Og þú ert bara að nota þetta til þess að fá mig til þess að segja það sem að þú vilt að ég segi. Nú, sko, Bessi var svo óvenjulegt talent að þeir höfðu aldrei séð svona. Eini kannski maðurinn í bara leiklistasögu Íslendinga sem var ekki löng, sem var með eitthvað viðlíka var Alfred Andrésson sem er sko fyrir mína tíð og var vist þannig að sko hann mátti ekki taka leigubílstjórinn keyrði út af þegar þeir hlógu svo mikið bara að sjá hann. En Bessi var svona óvenjulegur og með þetta furðulega komíska talent og fyrir vikið þá voru leikstjórarnir, þeir sko létu hann komast upp með okkurna hluti vegna þess einhvern veginn að hann kannski sko, Bessi er að leika í Þjóðleikhúsinu en hann er jafnframt að vinna á öðrum stað. Því Bessi var ráðdeildarsamur og hann kunni alltaf að koma hlutunum í verð. Þá var hann að vinna sem bókari hjá öðru ríkisfyrirtæki og svo var æft og það var engin Bessi stundum á æfingum. Og svo kom Bessi bara kannski seinnipartinn á æfingum eða þegar hann gat frá bókaradjófinu og en þá kom hann og sló í gegn. Og það var merkilegt með hann
var ekki, sko, eins og var sagt, sko, Bessi hefur verið fyrsti maðurinn í rauninni sem að improviseraði á svið á Íslandi. Hann bætti inn í, hann talaði við ára, hann fyrsti leikarinn sem braut niður vegginn sem var á milli, þessi fjórði veggur sem var á milli þessa ævintýraheims og sem eru upp á sviði og hins vegar áhorfenda. Hann talaði við áhorfendur, hann náði samband við áhorfendur, þetta gerði enginn, sko. Hann hvort sem eitthvað kom upp á sem átti ekki verið í sýningunni eða eitthvað, þá reagerar hann á það. Og hann var sérfræðingur í því, sko, en þrátt fyrir þessa hæfni til þess að spinna og improvisera, þá var ekki hins vegar, sko, ráðlegt að láta Bessa hafa efni í hendur og segja improvisera út frá þessu. Hann þurfti að hafa eitthvað annað til þess að það var miklu betra að láta til dæmis Bessa í hlutverk í handónýtu leikriti sem maður sá stundum, þar sem textin var handónýtur eða alltaf því. Þá var Bessi í essinu sínu að taka og breyta og gera það miklu fyndnara og láta sér detta eitthvað í hug. Og mér er minnistætt upp í sjónvarpi í Skaupi sem við vorum í, þar sem að var skets sem að var svo aumur og slappur að, sko, það hefði Bessi gat ekki einu sinni gert úr honum, fannst okkur. Svo er kaffi og þá átt að taka hennar skets upp og þá var allir alveg á því að þetta er því skets sem er því sennilega bara strikaður út, en það var hann mjög ófyndinn. Bessi, við förum í kaffi, svo leiðinni niður í lyftunni, þá segir hann við Randver, held ég. Segir hann Randver, ég held ég sé komið með þetta. Er það? Já, ég held ég rétti þessu. Já, ég man þetta er einhver karakter sem er að vinna í einhverju virkjun út á landi og er að kvarta yfir því hvað hann sé einmanna og hvað er eigi líf þarna í virkjunni. Ja, bara afskaplega ófyndið. Síðan byrjar upptaka, Bessi sest með svona einhvern verkamanna hjálm á höfðinu og svo byrjar hann. Og hann byrjar að fara með hann ófyndna texta. Og það sem Bessi kunni betur en allir, það er að leika mann sem er í þann veginn að bresti í grát. Það var svo að finna að byrja. Við erum einir hérna í virkjunni og hálf grét allan sketsin, en grét aldrei, ég var alltaf alveg við það að fara að gráta. Þetta var svo fyndið, þetta er eftirminnilegt, þetta er eldgömlu Skaupi. Sko bara dæmi hvernig hann tók hluti og tók sko rubbish and turned it into gold. Skilur en svo var, sko, eins og ég segi, svo náttúrulega var spontanitetið hans, eða hans snildarlegu skapandi hvatvísi var viðbrögðið þegar hann gat sko gert hluti svona spontant, miklu betur heldur en ef hann hugsaði það út. Og mér er minnistætt að við vorum, einn vetur vorum við með á litla sviðinu í Þjóðleikhúsinu, sem var þá Þjóðleikhúskjallarinn, bara gólfið í Þjóðleikhúskjallarinn, vorum við með kabarett á föstudögum og laugardögum, sitthvort prógrami. Ég og Edda og Randver stóðum að því og með okkur voru Siggi Sigurjóns, Ditta Þorvalds, Sigríður Þórðardóttir og á víxl síðan Þórhallur Sigurðsson sem er þekktari fyrir að vera leikstjóri í dag, Þórhallur ekki Latti Sigurðsson og Helga Backmann. Og við vorum með kabarett, þetta voru stuttir sketsar, alls konar karakter og hvert okkar lék kannski 20-30 karakter og vorum alltaf að skipta gerfi og guðmóðut og hvað. Og síðan gerist það að ég er komin í hálfgerða klemmu vegna þess að ég var að leika hjá Leikfélagi Reykjavíkur þetta leyti og það var hugsanlegt að einhver hýrta stökkvinni fyrir mig. Það bjargaðist, þá kemur upp svo stað að Siggi Sigurjóns þarf að fara að leika á föstudags- og laugardagskvöldum í einhverju rullu uppi á lofti, upp í Þjóðleikhúsinu. Og þá þurfum við að redda þannig að við ákveðum og það vill þannig til að Bessi er ekkert að leika í Þjóðleikhúsinu, hann er bara eins og kemur tímabil hjá, þannig að við bara grípum Bessi og fáum hann. Og þetta var vika sem fór í þetta voru rosalega við höfum verið, þú veist, 1,5 mánuð að æfa þetta á sínum tíma og hann er að stökkvinni fyrir Sigga. Og hann fær viku, það er mánudag, þriðjudagur, miðvikudagur, fimmtudagur. Síðan kemur föstudagur, þá ætlum við að renna öll í gegn. Þetta voru margir karakterar. Það var einn karakter sem Bessi hafði einhvern veginn heykst á að tilenga sér og læra. Hann var nú búinn að læra alla hina og var alveg ferlega góður. Það var náungi við, það er skets sem við rauninni við Randverleikum sem gerist hjá tannlækni. Síðan í miðjum sketsinum til þess að brjóta hann upp þá létum við mann banka og það var Siggi Sigurjóns, gerði það alveg snildarlega. Kemur maðurinn sem er með poka, heitir Nonni Gómur
fasta gestur á tannlækninu og að koma með fölsku tennurnar sína vegna þess að það eru brotnað og þurfti á þeim að halda. Og það var smá texti á milli mín og Sigga og síðan fer hann. Bessi hafði aldrei lært þennan texta, þannig að á föstudeginu þá bara kemur í ljós að hann kann þetta ekki. Og svo bara segir Bessi, ég lofa þér þetta að vera á hreinu í kvöld. Já, bara alveg á hreinu. Og hann var ekki einu sinni með karakter eða neitt. Svo bara gleymir maður þessum sem ok, þetta bjargast maður, verður að bjarga sér. Það kemur sýningin í kvöldi og það eru komin liðið eitthvað svona hálftíma inn í prógramið og það er svona kannski 5-6 sketsar komin, kemur talentsketsin og við byrjum. Svo allt í einu mann ég, nú er Bessi að koma og ég er að pota í tennurnar á Randur og við erum að reyna að vera fyndnir. Þá heyrist bankað. Og dyrnar sem voru ekki dyr, það var bara tjald, opnast, stendur Bessi þar í rónafrakka með hatt og svona söpinn. Og ég segi, nei blessaðu Nonni Gómur, velkomin, hvað ég geti gert fyrir þig? Þetta er ekki fyndið á mér sko. Og ég bara lít á Randur, já, hann er bleið það, segi ég, og hvað er að? Og ég segi, já, þetta er Nonni Gómur og kynna fyrir Randur, ég segi, hvað er hann að gera? Og svo sé ég bara, og hann heldur áfram að tala með þessu undarlega tungumáli og Randur springur. Og ég hafði stært mig af því mörg ár að ég hafði aldrei sprungið á sviði því að það er svona eins og verið við jarðarför og því dettur eitthvað fyndið í hug eða það gerist eitthvað ólánlegt að það er hvergi eins og ólánlegt að hlæja eins og í jarðarför og það er sami upp á sviði, alveg eins. Þannig að það þarf lítið til þess að koma henni til. Ég hafði aldrei sprungið. Randur springur, hann er mikill flissari og ég spring. Sem ég afsakaði með því að ég segi, já þú ert alltaf að fyndin, skilur þau, sama hvað þú segir Nonni og en þá var það úr að finnst að Bessi hafði greinilega, þó hann hefði sagt mér á æfingunni fyrir daginn að ég er þetta þessu, að þetta verður á hreinu, að þá var það ekkert meira á hreinu heldur að hann bara bjóti karakter sem bara bullaði, sem var tannlaus. Þannig að ég fór bara að túlkaði allt sem hann sagði, eins og tannlæknir eru náttúrulega sérfræðingar í það að túlka gjörsamlega óskiljanlegt tungumál sjúklingana og síðan á næstu sýning, síðan kemur næsta sýning og enn var hann með Nonna Góm og ég bara túlkaði og sagði allt sem hann átti að segja. Smá saman eftir þessi sýningar eru fleiri, fór að raðast inn ein og ein setning úr textanum og Bessi búinn að læra hann af mér. og það var í rauninni aðeins ófyndnara vegna þess að það bara fyndnast með hann bullaði en hann bjargaði sér svona út úr svona hlutum og varð aldrei að gjalti á sviði þannig svo bara það er sama hvað gerðist alltaf gat hann bjargaði sér sko. En ég geti skrifað heila bók Bessa bara uppákomunnar með honum sem eru tengdar honum og hann er náttúrulega legendary í fæinu þannig að þú veist það er allt ennur leikarar að segja sögur af Bessa eða sögur sem það er heyrt af Bessa og vegna þess að bara hvað hann var klárað og hvað honum datt í hug og svo var eins og Eggert Þorleifsson sagði við vorum með leikrit einu sinni þar sem hann á að segja við Helgu Brögu, hann á að segja við hana ok, hann er kennari og hún er eitthvað tróð upp vertu þá bara kanína hún átti að leika Andri Sönd og tókst fremur ítlu upp þannig að hann segi já þetta er slæmt hjá þér, vertu bara kanína og þetta var mikið fyndið í samhenginu svo í sýningunni þá segir Bessi já þetta er alveg ómögulegt hjá þér, vertu þá bara hýjana og þannig að ekki bara áhorfendur fer að hlæja heldur hlógu allir á sviðinu og svo spurði Eggert hann eftir Bessi, akkur sagðirðu hýjana? Ég bara myndi ekki þarna kanína, þannig ég bara sagði það fyrsta sem ég datt í hug sem byrjaði á K. Og þá fór Eggert að segja þælarnir í Bessa eru rannsóknarefni hýjana byrjaði á K. Og það var stundum svona og þá var hann grafalvarlegur. Já, bara fyrsta sem ég datt í hug sem byrjaði á K. Og en það sem honum datt í hug eins og þegar hann
og þetta að breyta texta, þurfa að breyta textanum og gera minn, koma samleikurinn sín til að hlæja eins og þegar hann leikur pappa Línu Langsokk, Eirík Langsokk sem kemur seint inn í sýningunni á Línu Langsokk sem að Bessa fannst nú aldeilis lúxus, búin að vera á vaktinni sem barnaleikari alla ævi og að hann kallaði sko bestu vinir Línu Langsokks eru Tommi og Anna og þegar hann hittir þau þá segir hann auðvitað, nei, gaman að sjá ykkur Tommi og Anna, hann sagði það auðvitað aldrei, nei, gaman að sjá ykkur Tommi og Jenny og náttúrulega alveg genera hlátur og hann var sífellt að breyta svona hlutum sem voru stundum ekki í neinu samhengi, ekki minnsta samhengi við verkið sem var að leika, en það var svo fyndið að maður gat ekkert sagt, skilur og þegar hann að leika ég eins og flestir leikarar þegar að hefja feril sinn, þá nú ekki með auðvitað garða að gresja og það sem í boði, það að vera kvíslari í besta falli aðstofamaður leikstjóra, því að hlutverkin kom ekki að færibæti og ég var kvíslari 18 ára gamall í uppfærslu Gísla Alfreðssonar á Túnskindisóperu Bregts og Bessi lék einn af bóunum, hann var Jakob Krækifingur James the Hook held ég hann hafi heitið á ensku, það man ekki hvað hann heit á þýsku, Jakob Krækifingur og það senan þar sem að Makki Hnífur að giftast Polly og ég hafði ákveðið það og fengi Gísla Alfreðsson sem var alltaf til í að prófa eitthvað nýtt sérstaklega eða tengdist nýjustu tæknivísindum og þetta var svo sem ekki nýjasta tæknivísindi, mér langaði til að vera ekki kvíslar út í væng eins og tíðkast í Þjóðleikhúsinu til dæmis og hérna í íslensku leikhúsum, heldur að vera eins og í evrópskum leikhúsum, onni í gryfju í gati fremst á sviðinu og ég komst með þetta Gísli sag út gat og pínlítið svona á hjörum lyftist upp svona lok, þannig ég gat séð leikarana og vera alveg í þeim og hvíslaði og í brúðkaupsveislunni þá Bessi þeir að borða og þeir að svara hvað að borða og hvað þetta og einn færir honum klukku sem hann stal, einn bóinn færir Makka hníf sem sagt klukku sem hann hafði fært honum og stóla einhverstað, þar stalst þessari klukku, þetta rándýr Chippendale klukka, bestu gerð, kostar 500 pund og í stalinni þarna og eitthvað svona, svo Jakob Krækifingur náttúrulega skrælingi þannig að hann borðar laxinn sem höfðu stólið á Savoy Hotel borðar hann með hnífnum og textinn hjá Bessa sem Jakob Krækifingur og Róbert Arfinns sem var Makki Hnífur gekk út á það að hann að síða þess skrælingi og hvað það að gera? Ég að borða kafteinn og hvað það að borða? Ég að borða lax kafteinn og borðar laxi með hnífnum? Já, kafteinn, svoleiðis gera bara svín já, kafteinn, legðu hnífinn frá þér undir, já, kafteinn og síðan var það náttúrulega aldrei nema frumsýningunni lax hvað að borða? Ég að tíndan héra eða hringasteik og maður var í krampa, það var alltaf nýréttur og þvílíkt hugmyndaflög veik og rjúpa og svo einu sinni og alltaf svaraði Róbert og svaraði honum og Róbert var nú helviti snöggur sko. Svo einu sinni þá segir og þá var ég næstu í dottinur úr stólum þá kemur hvað að borða Jakob? Ég að borða svínakjött og borðar svínakjötti með hnífnum já, svoleiðis gera bara hann gat ekki sett svín þannig að Róbert kom smá hik á hann svoleiðis gera bara sauðnaut sagði Róbert, það var mér alltaf alveg verulega hetjulega gert hjá honum legðu frá þér hnífinn Jakob, já, kafteinn